þá það áreiðanleikinn. Það annað mikilvægasta hugtakið í námsmati. Stöðugleiki í niðurstöðum. Þetta vísar til niðurstaðna, ekki mælitækis. Og við erum að hugsa fyrir ákveðin hóp. Ef við myndum leggja próf fyrir í dag og aftur fyrir á morgun og gefum einhver pillu þannig að þið gleymdu fyrir að prófinu, fengjum við svipaðar niðurstöður. Málið það að við fáum aldrei nákvæmlega sömu niðurstöðu aftur, en við ættum að fá svipaða fyrir hópinn. Og þetta tölfræðilegt hugtak þá svona, til dæmis spurningin, ef ég færi yfir ritgerð í dag og aftur á morgun fengist sama niðurstaðan. Og svarið við því líklega nei. Við myndum vera á svipuðum slóðum en ekki endilega nákvæmlega það sama. Síðan til aðferðir eins og að grófflokka fyrst og síðan að gefa fyrir svona, þú veist, raða, ok, þetta eru góðar, þetta meðal, þetta slagt og síðan að fara að raðast, allt þetta getur aukið áreiðanleika en þetta flókið og erfitt. Hver fyrir yfir sinn bekk? Þetta tíðkast í sumum námskeiðum á háskólastigi þar sem eru margir, það eru kannski 4 kennarar með hópa og þá fer hver yfir sinn hóp. Haldið þetta sé sambærilegt á milli hópa? Nei. Og þá náttúrulega líka spurning sanngirni. Það sanngjarnt að? Og það heldur ekki sanngjarnt að einn kennari semji prófið en það hafi 4 sem hafa kennt. Og þetta verður það að hugsa sérstaklega þegar ef hópar kennarar farnir að vinna saman, þá þarf líka að vera samstarf námsmatið. Niðurstöður sem eru réttmætar eru áreiðanlegar. Stöðugleikinn forsenda þess að við mælum eitthvað sem má túlka, en áreiðanlegar niðurstöður eru ekki endilega réttmætar. Ef ég leiði fyrir ykkur próf á kínversku, krossapróf í dag og aftur á morgun, þá þið niðurstaðan svipuð fyrir hópinn. Það ekki? Það myndi vera ágiskuna mörkum. Þetta ekki endilega réttmætt mælinga á þekkingu ykkar í landafræði. Þetta stuðull sem ekki tekur gildi frá 0 og upp í 1 og ef ykkur ætlar að selja ykkur eitthvað próf eða mælitæki þá eiga að vera tölur áreiðanleika. Og ef það ekki yfir 0,7 þá ættu þið að hnussa og segja þetta nú kannski ekki alveg nógu gott. Áreiðanleiki oft minni ef við erum að mælitæki fyrir unga krakka en þetta ætti að vera helst 0,8, allavega 0,7. Og því nær einu því minni mæliskekkja. Ef ykkur segist vera með áreiðanleika stuðul 1, þá ættu líka að fussa og skella á því það ekki raunhæft. Ef þau eru með lestrarpróf og áreiðanleika stuðullin 1, þá hefur eitthvað mikið verið fiktað í gögnunum, held ég. Mæliskekkja í raun og veru allir aðrir þættir en kunnátt eða færni sem hafa áhrif á niðurstöðu prófs. Og það hefur áhrif á áreiðanleikann. Það tilviljun, við erum óheppin með spurningar við merkjum óvart vitlaust við, það var partí fyrir ofan okkur eða eitthvað og við erum í óstuði. Það sem hefur miklu meira áhyggjur af kerfisbundin skekkja. Eru einhverjar spurningar sem bara millistéttarbörn sem eru í 5 leikum geta svarað, ekki önnur börn. Nú tók ég eitthvað svona íkt dæmi. Eða þetta eitthvað sem höfðar bara til þeirra sem hafa áhuga á íþróttum eða bara til þeirra sem hafa áhuga á tónlist. Þá erum við komin með einhvers konar kerfisbundna skekkju. Það var mjög vinsælt á samræmdu prófunum hjá þessum miðaldra kennurum sem söndu það að við erum alltaf með einhverja fjallgöngur af því það það sem miðaldra fólk hefur áhuga á. Það ekki? Það að hekla og labba á fjöll. En ég veit ekki hversu mikið þessar fjallgöngur höfðu í raun og veru til unglingana. Hversu hár þarf áreiðanleikinn að vera? Það fer eftir því til hvers prófið notað. Ef á að taka af ykkur fótinn, eins og þau segja þá vildum við kannski hafa þetta heldur svona öruggari niðurstöðu heldur en ef ætti að klippa lokk úr hárinu. Ef við erum með mælitæki sem ákvarða það hvort að ykkur kemst inn í einhvern skóla eða ekki, þá þurfum við að gera meiri kröfur heldur en þetta bara spurningu það hvort viðkomandi fara 8 eða 8,5. Hver eru afleiðingarnar af matinu? Venjuleg skólapróf hafa oft lítinn áreiðanleika, kannski vegna þess að þau eru oft stutt
Og í sjálfu sér það kannski allt í lagi, en maður verður samt að gera sér grein fyrir að þannig það. Inntökupróf og greiningapróf hafa oft meiri áreiðanleika og auðvitað niðurstaðan leiðir til ákvörðunar sem verður ekki breytt, þá þarf háan áreiðanleika. Ef þetta spurning það hvort að þú kemst inn í nám eða ekki, þá skiptir það mjög miklu máli. Áreiðanleikastuðullinn talar hversu traustar niðurstöðurnar, prófniðurstöðurnar eða matsniðurstöðurnar eru fyrir hópinn, en meti ekki einhvernir einstakra nemenda. Það getur verið talsvert meiri mæliskekkja fyrir ákveðna nemendur, það til dæmis oft meiri mæliskekkja hjá nemendur sem eru slakir heldur en nemendur sem eru í meðalagi. Og ég ætla bara að hoppa yfir þetta hérna því við erum búin að vera hérna svo lengi. Þetta kannski svo aðferð sem oftast notuð til þess að meta áreiðanleika. Það kannski alfastuðull sem þið hafið séð í prófum eða mælitækjum og það sem ætti að vera 0,7 eða 0,8 sem þýðir það að það sæmilegur stöðugleiki. Síðan til fyrirbæri sem heitir staðalvilla sem skekkja sem við getum búist við hjá einstaklingi og við getum notað hana til þess að reikna bíl sem við getum búist eða einhvern falli á. Og ég hérna með töflu sem sýnir þetta. Ef við erum með staðalfrávik 1,5 og áreiðanleika 0,4 þá staðalvillan 1,16. Þannig að nemandi sem fengi 7 þá væri talsvert mikla líkur á því að hann væri með raunverulega kunnáttu einhvers staðar 5,8 upp í 8,2. Þetta ansi breitt bíl, það ekki? Þannig að við getum ekkert verið vissum að sé munur á einhverjum sem fekk 6 og 8. Ef áreiðanleikin komin upp í 0,8 og ég nokkuð vissum að 90% af því námsmati sem notað í grunnskólum í Íslandi nær ekki áreiðanleiki eitthvað stuðl upp á 0,8, þá erum við að tala kannski bíli 6,3 til 7,7. Þannig að þetta gróft mat. Það sem við getum gert til þess að auka áreiðanleikan til dæmis að mæla oft, hafa margs konar námsmat og auðvitað vanda okkur. Og staðavillan oft hærri fyrir þá sem við mjög lága einkunn eða mjög háa einkunn, en hún á sama kvarða á prófin og hún kannski auðveldar að skilja. Það segir ykkur ekkert rosalega mikið að áreiðanleiki sé 0,8. En þið horfið á þetta hérna og segið, ok, það nú 6,3 til 7,7, það nú heldur skárra en 5,8 til 8,2, það ekki? Fleiri atriði, meiri stöðuleiki, meiri dreifing, meiri áreiðanleiki. Ef allir eru með sömu einkunn, þá dregur það mjög úr áreiðanleikanum. Hlutlægni eykur líka áreiðanleika. Eftir því sem við meira huglagt mat, því verra verður þetta. Áreiðanleiki í verkbundnu mati, munnlegum prófum, kæmust 2 matsaður sömu niðurstöðum og svarið því nei, ekki nema sé búið að þjálfa þá. Sömu niðurstöðu á dag og morgun og þannig mjög erfitt að tryggja áreiðanleika. Það svolítið undarlega væntingar í gangi með námsmat og það til dæmis það að sé hægt að mæla allt sem máli skipti með einu matstæki. Það held ég að sé algjör vitleysa. Það alveg sama hvort það prófverkefni, mappa eða eitthvað annað sem í tísku, það gengur ekki. Og það líka þessi undarlega árátta að við höldum alltaf að við getum metið bara svona út frá okkar klíníska nefi eins og það heitir í sálfræðinni. Ég geti séð það hvernig þessi nemandi hvað hann kann í íslensku. Við erum ekkert sérstaklega góð mælitæki. Okkur finnst próf sem eru vel skrifuð, falleg ritut, yfirleitt miklu betri heldur en þau sem eru illa skrifuð. Okkur finnst kurteisböll líka yfirleitt vera betri heldur en ókurteisböll í námsgreinum. Þannig að við ættum að passa og líta okkur sjálf sem einhvers konar aðal námsmatstækið. Heyrðu, nú ég komið fram mér, á ekki bara hætta núna, þetta ekki orðið gott hjá mér. Ég held að sé ekkert merkilegt sem eftir, nema einfalt gott.